Fiskverkunarhús Þórs SF eyðilagðist í eldi. Talið að tjónið geti numið rúmlega 200 milljónum króna. Það var 20 mínútur yfir 8 í gærkvöldi sem eldsins varð vart þegar brunalúðrar fóru að gjalla. Íbúar á Eskifirði voru þá að halda upp á hálfrar aldar afmæli ungmennafélagsins á Eskifjarðartúni og sáu mikið reykský stíga upp að fiskverkunarhúsinu. Allt tiltækt slökkvilið bæjarins var kallað út en fljótlega varð ljóst að það þyrfti liðsauka og var þá kallað á aðstoð frá slökkviliðinu á Reyðarfirði sem í 15 km fjarlægð. Það var komið á staðinn innan hálftíma. Það tók 5 klukkustundir að ráða niðurlögum eldsins sem var mjög magnaður eins og sjá má á þessum myndum sem fréttaritari okkar, Þorgeir Hávarðarsson, tók í gærkvöldi. Var þetta strax mikill eldur? Breytist það hratt út? Já, það virtist vera það sko. Strax mikill eldur og mikill reykur. Gífurlega mikill reykur sem gerði það að virka með við komust ekkert áleiðis gagnvart eldinum. Hvernig var með næstu hús? Nú voru hús hér allt í kring. Það var ekki staðið eldur á þau? Nei, þau voru aldrei í hættu. Það var aldrei hætta þau. Við kölluðum út slökkvilið á Reyðarfirði líka. Þeir komu hérna, þeir hefðu ekki komið svona 10:30 leyti hérna með bílinn sinn og mannskap og aðstofa okkur við þetta alveg. Og svo tóku við hérna stráka. Þannig að já, þetta hefur sjálfsagt verið þegar mest var 35 manns. Og hvenær voruð þið búnir að slökkva? Það hafi ekki verið 1:30. Eldsupptök eru ókunn en sjónavottar segja að svo virðist sem sprenging hafi orðið í húsinu og eldurinn breiðst hratt út eftir það. Í húsinu voru geymd 50 tonn af saltfiski sem ekki tókst að bjarga. Í frystiklefa voru einnig 50 tonn af fiski sem átti að skipa út næstu daga og eyðilagðist það, en síldartunnum sem voru í skemmu upp við húsið tókst að koma út. Í húsinu var líka ein íbúð en hún var mannlaus þegar eldurinn kom upp. Talið að tjón á húsi, tækjum og fiski geti numið yfir 200 milljónum króna. Hús og tæki voru tryggð að hluta en eigandi ber töluvert tjón sjálfur. 10 manns hafa haft atvinnu hjá fiskverkunarhúsi Þórs að jafnaði yfir sumatíman en mun fleiri hafa starfað þar við síldasöltun sem á að hefjast innan skams. Ljóst að af því verður ekki. Fiskverkunin verður starfrækt á ný. Þjóðverjum, Kristín Helga. Eða saman til